Loksins sem að koni kaffi hérna í Hafnarfirðinum til ykkar. Þú ert nú alltaf hérna, sko. Á og til. Já. En nú fekk ég kaffi. Já. Þú ert alltaf í vinnunni, eða aldrei þetta trufla þig? Nei, þetta er bara að vinna. Þetta er vinna. En nú komið nýtt tímabil, eða tímabilið að hefjast. Þú búinn að taka inn og þið búinn að taka inn trippin. Já. Segðu okkur hvaða tripp er í gangi, en nú alveg pottið þessi efnirætt. Það er allavega til eitthvað. Þetta er hrissur, 4 hrissur og hvað er þetta? 4 hrissur og 3 græðistar. Undan hverjum eru þau? Þetta er undan Ómi og Skaganum og Arion og Brimni frá Efrifitjum. Brimni frá Efrifitjum. Og já, alltaf sé ekki bara þessi hestar. Og Hrafni Efri Rauðalegg, ein hrissa. Já. Og undan náttúrulega alvöru hrissum. Já, þetta er allt undan hristulunum mér. Góðum mér, mjög góðum mér. Alls Drapalos líka. Ok. Og allt á 4. Já. Og þeir eru að byrja þeim núna? Já. Hvernig er það, sleppið út eftir þetta eru reyfært eða? Nei, þeim hætti. Hætti, það var bara inni allan? Já, við gerðum það í fyrra og hitti fyrra fyrstu skipti. Já. Það kom svo bara vel út hjá okkur að við hefum hætt að slips. Já. Það var að fá frí hérna inni þá? Já, bara dól svona. Já. Bara, ég sé ekki tilgangi því að vera að sleppis út og láta feikna aftur og fara út í rigningu og rök. Já, bara verra. Ég held að sé nú bara svona frekar gamaldags hugsunarháttur. Það er bara hver og einn að hafa sína hendur sem með það. Já. Ég hef með stykki hérna við hliðina þannig að þau fá að fara mikið út og svona. Já. Það var gott. Það var gott veður. Já. En hvernig með keppnismál? Ert þú eitthvað að keppa? Ég? Já. Nei, ég er að fara að byrja að undirbúa mig. Þú ert nú vel ríðandi. Það er einn hérna sem varst að koma af. Já. Apollo, ert ekki bara með hann í keppni nú í ár? Það kannski gerist einn daginn. Kýpir ég á einhverju svona Mér sýnist það að kíklir aðeins. Já. Það kemur að því kannski. Er hann í stuði núna? Hann er bara ótrúlega ferskur og já, hann kemur alltaf brosandi heim, sko. Já, það fór náttúrulega eitthvað, það meiddist eitthvað í fyrra. Já, svona. Hitti fyrra, sko. Hitti fyrra, hann var svona ekki alveg komin. Hann var ekki alveg komin í standi fyrra, sko, en hann er vonandi bara á uppleið aftur. Já. Sjáum hvað hann gerir bara. Já, nákvæmlega. Var ekki nóg að gera í honum með hrissum? Jú, hann var bara með slatta, sko. Já. En keppnismálin þín? Þau voru bara á hold. Það er hold? Meistardeild? Nei. Ekki meistardeild? Nei. Ég er alltaf að vera með meistaradeild en það er, vildi enginn fá mig í lið og þá er ég bara að svita heima. Það er svoleiðis. Það sé ekki verið gamall bara. Já, það getur verið. Það getur kannski orðið villiköttur eða púturhundur eða eitthvað. Nei, já, ég veit það ekki. Ég ætla bara að sjá svona aðeins hvernig það þróast. Já. Ég er með alveg nóg af hrossum, sko, svo náttúrulega erum við bara komin með svo mikið úr eigin ræktun og eigin hross. Já. Og uppistæðan er það. Þannig að við erum náttúrulega hægt að taka í tamningu svona í stórum stílum sem við gerðum. Já, og þú er nú með eitthvað græðistum? Ég er ekki með marga hesta, sko, í tamningu, sko. Þetta er aðalega hross frá hérna bara föstum kunnum. Já. Fá pláss hérna, annars erum við hægt að taka nýja aðeili. Og hvaða stóðhesta ertu með svona alvöru græðir? Ég er bara með þessa sömu alltaf, sko. Ég er alltaf sömu hestum. Það er Rauðskeggur, Apollo. Já, Glampi og Adrian og Kolskeggur. Og Arionsson er svo stór á hafi. Þór og Stórahafi hérna sem hafa sýndur í Já, voru. rauði. Það týnist eitthvað til. Og einhverjar hrissur. Það er spennandi. Já, við erum með mikið frá okkur í vetur. Þetta er stærsta árið okkar, sko, á 4. og svo náttúrulega eigum við slatt á 5. sem við sýndum í fyrra með ágætisum árangri. Já. Ertu að telja inn í ræktunum þið? Núna? Já. Nei. Ekki núna? Nei, við vissum það alltaf, sko. Við erum alveg með ágætis meðalengun, sko. Já. Og lágan meðalaldur, sko, en það er bara, við vorum ekki með það mikið sýnt af topprósum. Þó að það allt var í fyrstu völun, sko. Já. En það telst nú vera gott að vera með bara fyrstu völuna meiri, sko, 4. vetra. Við vorum með 2 slíkar, sko. Það er bara frábært. En svo eigum við, sko, meira á 5. sem voru ósýndar líka, sko. Sem sýnum fyrir landsmót. Sem kannski voru. Þannig ykkar tíma landsmót? Já, eða kannski fyrir við bara eitthvað annað, hestaferð á þessu eða eitthvað. Það er mjög búin að ákveða þetta. Það kemur í ljós. Þú voru nú ekki farið í hestaferð lengi? Nei, mér langar í hestaferð. Já. Þú ert alltaf svo upptekinn. Nei, ég er alltaf til í hestaferð. Já, en við gerum það ekki í vetur. Nei, það er eitthvað svo ófæra á fjallindinu þá. Já, það er ekki gott. Ekki gott. En hvað finnst þér svona
árið? Eru margir hestar, veistu marga góða hestar sem eru að koma svona upp sem nýjir keppnishestar hjá fólki og... Ég er bara ekki lítið fylgst með sko. Ég er búinn að vera svo mikið erlendis síðasta ár og ég bara einhvern veginn ekki verið alveg mikið inn í þessu en jú, er þetta ekki bara alltaf sömu mennirnir að koma inn í hest? Já. Tekur þetta ekki alltaf orðið lengri tíma að byggja upp keppnishesta? Já, það fóru náttúrulega nokkrir úr landi núna. Jú, þetta er svona skemmtilegt áraþýldum til að koma kannski eitthvað nýjum hestum. Koma nýjir inn. En þú segir mikið erlendis, þetta kenna úti? Ég var nú alltaf bara svo mikið í Svíþjóð að sýna og kenna eins og svona. Þannig að ég er svona búinn að vara eiginlega, já, með eiginlega aðra löppina þar. Já. Og verður áfram? Nei. Það er heima núna? Já, ég fer kannski eitthvað svona stuttatúra sko helgi, en ekki svona eins og var í vetur. Nei. En það er allavega, það er smá búbót, geta farið út og náði smá aur. Já, en ég minna þetta er kannski það sem skiptir mestu máli, það er að sinna sínu. Já. Og það er það sem að á hólminni komið skiptir mestu máli. Já. Eru góðir hestar sem þetta þjálfa úti? Eitthvað sem Já, þú það voru fínir hestar sem ég var með fyrir Þórleif sko, þarna heimsmeistarmótinu. Já. Efnishestar, þeir voru nú frá okkur að hálfu rétti. Og já, það gekk fínt með þá sko. Þannig að það var bara fant. Sýndir eitthvað úti núna? Ég er búinn að sýna helling úti sem vetur. Í sumar Í sumar, já. Þýskalandi haust og svo var ég í Svíþjóð líka sko. Já. Og það verður væntanlega líka á næsta ári? Nei, eitthvað með mun minna móti ef það verður eitthvað sko. Ok, þannig að þú ert bara hættur meistaradeild, hættur að kenna og hættur hestunum? Ná, ég ætla bara að fara út svona með 30 reðar. Já, góður. Þetta er magnað. En það er samt ekki meistaradeild og þú ætlar að sinna þínu? Ég fekk ekki að vera með henni liði. Nei, ég meina það er ekki meistaradeild. Nei. Fyrir þig? Jú, hún er bara, við höldum okkar eigin meistaradeild hérna út í reðar. Já. Þú ert vel ríðandi. Já. Þetta allavega lofa góðu þessi tripp eða ekki? Jú, við erum bara voðalega jarbundin í þessu sko. Já. Þetta bara kemur alltaf í ljós. Já. Við erum ekki svona háflegi eins og allir hinnir. Nei. Og hérna erum ekkert á sko einhverjum vinklurum fyrir en að það bara kemur í ljós í brautinni sko. Já. Er það ekki best? Er það ekki Það best? hefur kennt manni mest. Það er verkinn tala? Já. Takk fyrir spjallið og kaffið. Takk sem að leiðis, alltaf gaman að sjá þig. Hlakka til að sjá ykkur aftur. Velkomin.